Ertu drottinn? Amen. Ok, það komið? Nei, ok. Halleluja. En við ætlum að hvað sér? Nei, það skiptir engu máli. Heilagur drottinn, við erum bara þakklátt fyrir að fá að koma hér í dag, drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami. Ég þakka þér fyrir að þú ert nálægur, drottinn. Ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að þegar við nefnum nafn þitt, þá ertu komin, drottinn Jesús. Heilagur drottinn, þegar við köllum á þig, drottinn, þá ertu bara mættur til okkar. Ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að þú ert allt sem við þurfum. Og ég er svo þakklátt fyrir að fá að lyfta upp nafniðinu, að fá að heiðra þitt nafn, að gefa þér dýrðina, drottinn. Ég er svo þakklátt fyrir að fá að þjóna þér, fá að þjóna lifandi Guði. Og ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að þú læknaðir. Þegar apóstolarnir áttu ekkert, þá gáfu þeir lækningu frá þér. Þetta er svo magnað. Þeir komu, það beð gull og silfur, en þeir sögðu það á ég ekki. En ég gef lækningu í Jesú nafni. Þetta er svo magnað hvernig Guð við eigum. Halleluja, hann er að taka skjáina af þarna alveg. Takk Jesús, ég lofa þig. Helgist þitt nafn. Svo gaman að eiga, það er svo gaman að þjóna Guði sem er alltaf með manni. Það er svo ótrúlegt að finna alltaf fyrir honum. Lifandi Guð, amen. Takk Jesús. Byrjum við aftur, halleluja. Þetta er svo gott að þjóna lifandi Guði. Það er svo gott að geta farið með, þú finnur fyrir honum hvers sem þú ferð með þennan vitnisburð. Og það er svo magnað að geta gert þetta. Heilagur drottinn, ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að við megum fara með nafn þitt til annarra, drottinn Jesús. Ég lofa þér og ég gef þér dýrðina, drottinn Jesús. Takk Jesús, halleluja. Veru og kemur týndum í
Verður lambið þess sem fórnaði sér, verður eins og konungur verður lambið þess sem fórnaði sér, verður eins og konungur verður lambið þess sem fórnaði sér. Drottinn, við þökkum þér, halleluja. Hann mættur, he is in the room, halleluja. The King is in the room, the King is in the room. Broken hearts made new. The King is in the room. Glory and glory, you are poured our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow holy to you. We're laying down all of our pride. The King is in the room. See the captives running free. He's tearing down walls. He's tearing down walls. His grace should give power. We sing the name above it all. The name above it all. The King is in the room. Glory and glory, you are poured out praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Chain has to break, dry bones away. Prepare the way. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King. Chain has to break, dry bones away. Prepare the way. The King is in the room. Glory and glory, you are poured out praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you.
in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Prepare the way. Prepare the way. He's in the room. Takk Jesus. Takk Jesus. Halleluja. Helgist þitt nafn. Syngja saman. Halleluja. A thousand generation falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walked in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever and amen, and the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your
Heilagaður ertu drottinn. Helgist þitt nafn. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why will we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. So we sing hallelujah until you come again. And we dance in your presence till you come again. I'll just sing hallelujah until you come again. And I dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Jesus. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you.
Ég vil lyfta nafninu, drottinn Jesús, halleluja. Ég vil bara þig, drottinn minn og frelsari. Ég þakka þér, drottinn minn, Jesús, halleluja. Ég vil bara þig, drottinn Jesús, halleluja. Just want you, I 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 just want you. Nobody else will do, nobody else will do. I just want you, I just want you, I just want you. We gotta be Jesus, hallelujah. We gotta be Jesus, hallelujah. Just want you, I just want you, just want you, nobody else will do, nobody else will do. Just want you, I just want you, Jesus, hallelujah. I just want you, 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 I just want you. Nobody else will do, nobody else will do. Just want you, I 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 just want you. Nobody else will do, nobody else will do. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Tack Jesus. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Fyll ykkur Guð sem við eigum, halleluja. Helgist þið nafn, drottinn Jesús. Halleluja. Má ekki bara taka samstöku í tungum? Andrúmið er bara þannig. Þannig að hvernig hefur við að tala þegar við erum svona? Haha. Í brekania la ramasteke. Hehe. En það er regla í húsi drottins. Við ætlum að hlusta hérna aðeins á orð Páls postula og í 1. Kórinthubréfinu 16:1-3 þá tala Pál postuli skýrt og einfalt samskot eða gjafir sem teknar voru í þágu hinna heilugu. Hann segir, en hvað snertir samskot til hinna heilugu? Þá skuluð einnig þér fara með þau eins og ég hef fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar. Reglusemi. Hvern fyrsta dag vikunar. Reglusemi. Skal hver yðar leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leyfa til og til þess að ekki veri fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. En þegar ég svo kem mun ég senda þá með þér sem þér telið hæfa með líknagjöf við það til Jerúsalem og skrifa með þeim. Hér sjáum við 3 mikilvægar meginreglur það hvernig við eigum að gefa. Í fyrsta lagi á gjöfin að vera reglulegur hluti að tilbeiðslu okkar og samfélagi hvern fyrsta dag vikunar, segir Páll. Það er eins og að segja okkur að gjöfin okkar eigi að vera jafn eðlilegur þáttur af okkar andlega lífi og bæn eða lofgjörð. Við ættum ekki að bíða með að gefa þar til neyðin er orðin brýn, heldur ætti það að vera fastur liður í líf okkar. Hann er að reyna að kenna okkur þetta. Svo spurningu ætlum við að fara eftir þessu. Í öðru lagi segir hann okkur að gefa samkvæmt getu okkar, hver eða leggi sjóð heima hjá sér, það sem efni leyfa. Það sem efni leyfa. Þú ert heima hjá þér. Það er enginn að reyna að manipulera þig eða gefa eitthvað gimmick eða eitthvað seiðandi tónlist. Það er bara þú situr heima hjá þér og þú talar við Guð.
Þetta ekki spurningu þrýsting eða skyldu, heldur tækið til að gefa í samræmi við þau gæði sem Guð hefur veitt okkur. Sumir gefa mikið, aðrir minna, en allir geta lagt sitt að mörkum. Og í þriðja lagi, þá Páll minnur okkur á að það sem við gefum sé með tilgang. Gjöfin átt að hjálpa einum heilu í Jerúsalem sem voru í neyð. Samskotakar hafa alltaf tilgang. Þau fari í það að mæta raunverulegum þörfum og styðja við starf Guðs ríkis hér á jörðu. Þannig að í dag þá gefum við með glöðu hjarta. Við erum að styrkja starf á Filippseyjum, við erum að styrkja þjónustur hér á Íslandi og það er enga myndi núna, en þar höfum við tekið kirkju í fóstur, þau eru að vaxa og dafna. Vitið að hverju morgni þá vakna þau klukkan 5 á morgnuna að biðja meðal annars fyrir ykkur. Á hverju morgni, klukkan 5, þá vakna þau og biðja fyrir okkur. En þetta hjartalagi sem við ætlum að hafa og í þessu andrúmi, svona kennir ritningin okkur að við höfum alltaf að vera gefandi fólk. Og það bara þessi mælikvarði sem Jesús segir sjálfur. Nakinn var ég og þið klæddu mig. Ég var í fangelsi, þið heimsóttu mig. Ég var hungraður, þið gáfu mér að borða. Þetta mælikvarðin fyrir góða kirkju. Amen. Faður, við þökkum fyrir að þú hjálpar okkur að vera örlát af hjarta. Takk fyrir að þú snertir hjarta okkar. Eins og segir orðið þínu að þú opnaðir hjarta Títusar. Ég bið að opna hjörtu okkar, Drottin, að við séum alltaf tilbúin að vera örlát fyrir Guðs ríkið. Drotti, ég bið að blessa einn og sérhvern sem gefur að heilu hjarta hér í dag. Og við tignum þig og tilbiðum, Drottin. Og megi þessi fórn vera mikilvirk í þínu ríki, Drottin. Megi hún vera ná langt út fyrir landsteinana og blessa marga. Og þeim áttu komast til þekkingar á þér, Jesús. Í nafni þínu, amen. Verður ert þú, Drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Opinberunarbókin 4:11. Verður ert Drottinn, verður ert Drottinn í dag. Tignunin, við lofum hann, halleluja. Við lofum hann í dag og lyftum honum upp. Takk, Jesús. Helgist þetta. My cross you bore, so I could live
sér ég, halleluja. Blessa sér nafnið drottinn Jesús. Heilagur Jesús. Takk Jesús. Helgist. Við gefum þér plás, halleluja. Takk Jesús og lofa þig í dag. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to
to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Amen. Þvílíka lofgjörðin hér í dag. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Yndislegt veður og kannski mætingin eftir því. Það eru bara örfáu dagar sem við fáum á svona frábæru veðri. I'm acting like I'm gonna preach. Did you notice that? Amen. Just checking if this is okay. Halleluja. Rísum á fætur. Við ætlum að fá að heyra það allra besta og Callum ætlar að tala til okkar í dag. Og hann magnaður. Við erum blessuð að hafa Callum og konin hans. En mér langar bara til þess að þakka Guði fyrir yndislega lofgjörð, nærandi lofgjörð. Gefum bara drottni Jesú Kristi gott klapp. Halleluja. Dýrsi þér Jesús. Verðugur og heilagur. Halleluja. Hvað sem að það er gott veður eða slæmt veður, hann er alltaf hinn sami. Og við ætlum að gefa Guði dýrðina hér í dag og við erum búin að taka frá þennan tíma til þess að eiga fund með drottni. Þá er svo mikilvægt að við opnum hjart okkar fyrir því sem að Jesús vill segja við okkur í dag. Og ég vaknaði í morgun með eitthvað smá í hálsunum. Ég hugsaði, nei, þetta ætlar ekki að skemma fyrir mér. Ég ætla að fá frá drottinum, fá frá drottni það sem hann hefur fyrir mig. Og ég vona að við höfum öll þetta sama í hjart okkar. Við ætlum að fá frá Guði það sem hann vill. Halleluja, þannig að lyftum upp höndum okkar og bara þökkum honum hér í dag og við lofum þig heilagi Faðir. Við lyftum upp þínu nafni, drottin minn Jesús, og ég er bara þakklátt fyrir þig heilagi Faðir. Og drottin, ég tek frá þennan tíma og hann er algjörlega fyrir þig, drottin. Og við byggjum drottin að þú tali til okkar hér í dag, drottin. Ég byggjum drottin að þinn vilji, drottin og þinn andi, hann hreyfi við hjörtum okkar, drottin minn Jesús. Ég byggjum drottin að opna hjart okkar fyrir orðið þínu, sáðkorninu sem að fer inn í hjartað. Og drottin gefa okkur náð þess að næra það með því að hugleiða orðið, með því að hugsa orðið, með því að leyfa orðinu að vera hlut af líf okkar. Þannig að við umbreytum hugsun okkar, drottin, og við fáum að vita hver er viljið þinn, hið góða, fagra og fullkomna. Drottin, ég bið fyrir Callum þegar hann talar orð þitt hér í dag. Ég bið drottin minnum að smyrja drottin, varir hans og tungu, drottin Jesús. Og drottin, ég bara lyft upp nafni þínu, drottin, og ég þakka þér fyrir orðið sem er lifandi og kröftugt. Og við biðjum í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Amen. Callum, please come on up, my friend. Og Hilmar ætlar að túlka venju í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Jesus. Kveikja á mikrofonum. Rauði takkinn, lítur um smástund. Þessi? Já, rauði takkinn, lítur smástund á hann. Kemur. Eitt, tveir. Amen. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Þakka fyrir þennan dag. we thank you, Father, that you are present here with us. Að þú ert nálægur okkur hér og nú. And right now I pray in Jesus' name Og ég bið í nafni Jesú that you would speak through myself and Hilma. að þú talir gegnum mig og Hilmar. Only what you once said Aðeins það sem þú vilt að sagt sé and how you want it said. og hvernig það er sagt. Give us the zeal and the passion required Gefðu okkur eljuna sem tilþarf to share your heart today. að deila þínu hjarta hér í dag. In Jesus' name Í Jesú nafni, and for your glory. fyrir þína dýrð.
Amen. 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 We sang it, I just want Jesus. Við vorum að syngja þetta, ég vill bara Jesú. Not once, but many times in that song. Ekki bara einu sinni, en ofti í þessu lagi. The title of my sermon today, Að titill ræðu minnar í dag, You shall be holy, for I am holy. verið heilu því ég heilagur. And it comes from 1 Peter 1, 14 to 16. Og þetta úr 1. Pétursbrefi, Peter 1, 14 to 16. 1. Pétursbrefi 14 til 16. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Verið því eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnaðu þar, mótast af þeim gildum, þér áður litu stjórnast af í vannviskuðar. Verið heldur sjálf, heilagir í allri hegðun, eins og sá heilagur sem yður hefur kallað. Ritað verið heilagir, því ég heilagur. Amen. Amen. You shall be holy, for I am holy. Verið heilug, því ég heilagur. We are holy because he is holy. Við heiluga því að hann heilagur. It's not something that will happen. Þetta ekki eitthvað sem mun gerast. It's our current state. Þetta núverandi ástand. We are holy, we are set apart. Við aðskilin, við sett til hliðar, frátekinn. Co-heirs with Christ. Við samerfingja Krists. We've been sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. Það búið að fylla okkur heilugum anda til endurlausna dagsins. Taken out the miry clay and set upon the rock. Við tekin úr drullupyttinum og sett á klettin sterka Krist. So when we sing, I just want Jesus. Og við syngjum, ég vil bara Jesú. That aligns with our state of part being of who we are in Christ. En það má ekki gleymast hver við í Kristi. That's who we should desire. That's who we should want. Það það sem við eigum að vilja. And that's who our life should align with. Og það þannig sem að líf okkar á að vera í samfylgd og í línu við. Holy comes from the word kodesh, the Hebrew word kodesh, or the Greek equivalent hagios. Orðið heilagur kemur frá hebreska orðinu kodesh eða gríska orðinu hagios. Meaning sacred, physically pure, morally blameless, and or religious ceremonially consecrated. A holy saint. Það þýðir að vera helgaður, aðskilaðinn, siðferðilega óaðfinnanlegur, að vera vera vígður til samfélags sem heilagur eftirfylgjandi Guðs. So it means we are set apart. Það þýðir að við aðskilin frá. We've been separated. Það búið að skilja okkur að. Purchased and taken from the world. Við dýru verði keypt og við tekin út úr heiminum. To live a life that's homely and blameless before God. Til þess að lifa heilegu og óaðfinnanlegu lífi frammi fyrir Guði. The question on my heart is, spurningi í mínu hjarta þessi. Does our physical lives okkar jarneska líf align with our spiritual position? Það í línu við hinn andlegu stöð okkar? Who we are in this world, hver við í þessum heimi, does it signify, glorify and exalt Christ? Það að gefa Kristi Jesú dýrðina? Am I his witness by my lifestyle? Vitnar líf mitt, lífstíl minn hann? Do I draw people unto him by the way I'm living? Ég að draga fólk til hans með lífstíl mínum? Or do I push them away? Eða ég að hrinda fólki frá mér? You see, this is what is really burning on my heart the last few days. Sjáðu til, þetta hefur verið að brenna á hjarta mínu undanfarna daga. Does our lives reflect that we are holy? Líf okkar að lýsa af því að við séum helguð? Does the world see and recognize that we are set apart, that we are his, that we are Jesus Christ? Heimurinn að taka eftir að við séum aðskilin? Við að skína það fólk taka eftir að við tilheyrum Jesú Kristi? That is no longer I that live, but Christ that lives in me. Það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. This is the big question. Þetta
stóra spurningin. You see, nobody buys a lamp to hide it under a bushel or under a bed. Það engin sem að kaupi sér lampa og setur bara fötu yfir hann. They buy a lamp to put it on a lampstand. Nei, við kaupum lampa til að setja hann á háan stað og láta hann skína. And we are called to be the light of the world. Og við erum kölluð til að vera ljós heimsins. We are called to let our light shine before others. Að ljós okkar á að skína frammi fyrir öðrum. We are supposed to shine in the darkness of this world. Við höfum að skína á myrkuru stöðunum í þessum heimi. That the world may see there is hope in Christ. Að fólk mætti sjá að það von í Kristi. And who are they going to see it in if they don't see it in us? Ef þau sjá það ekki annars staðar, hvar þau sjá það annars staðar en í okkur? They may never see it. Þau mun aldrei sjá þessa von. We might be that one person's only chance of hope of seeing Christ. Við getum verið þessi eini snertiflutur fyrir þessa manneskju að sjá ykkur á von í þessum heimi. So as I was preparing for this, Því ég var að undirbúa mig, there's a few things that came on my heart. þá voru nokkru hluti sem að komi í hjarta mitt. So as we go through them, there might be some clues as to where we are in our spiritual walk and our Og þegar við physical walk. förum í gegnum þetta, þá kannski koma svona smá getgátur hvar við erum stödd. Firstly, do we have a divided heart? Í fyrsta lagi erum við með tvískunningu í hjarta okkar. For where your treasure is, there your heart will be also. Þar sem hjarta þetta þar og fjársjóðu þinn. So if your heart is still clinging to the things of the world, Ef hjarta ennþá að klístrast eða tengjast við heiminn, then your heart is divided. þá hjarta þitt klofið, eða það tvískunnugt. You see, God wants to replace our heart of stone with our heart of flesh. Við sjáum að Guð vill taka steinhjartað og gefa okkur nýtt hjarta af holdi. And we see in the parable of the seed in Mark 4:18 and 19, Í Markus 4, 18 og 19 þá sjáum við í dæmisögunum sáðmanninn, and others are the ones sown among the thorns. sumt sem að fjall með þyrnana. They are those who hear the word, Það eru þeir sem að heyra orðið, but the cares of the world and the deceitfulness of riches en áhyggjur heimsins, tál auðafanna and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. og aðrar girndir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. The one way that we can ensure our heart is wholly, fully surrendered to Christ Ein af þeim leiðum sem við getum garanterað að líf okkar sé undirgefið Jesú Kristi is by spending time in His Word. að eiga tíma með honum í orðinu. Because as you start spending time in His Word, Með því að eyða tíma í orði hans, it starts to renew your mind. þá byrja að endurnýja hugafarið. It starts to wash you. Það þværði And suddenly the impurities that you're clinging after and longing for og óhreinirnir og girdina sem að þú varst að jafnvel að leitast eftir are exposed. eru opinberaðar. You see them for what they are. Og þú gerir þig grein fyrir og sér fyrir hvað þar eru. God shows you this is not what you want. Og það sýnir, þú vilt ekki þetta. This is what the flesh, the old man, is desiring. Þetta það sem holdið gamli maðurinn vill. And as we pick up our cross every day, I spend time with Jesus, read the Word. Og á hverjum degi þegar við tökum upp kross okkar og eigum tíma með Jesú og erum að lesa í orðinu, So the old man is put to death day by day, þannig deyr gamli maðurinn daglega. till the desires of him are gone. Þannig að girndir hans, þar eru horfnar. We need to read the Word. Við þurfum að lesa orðið. It's not enough to come here on a Sunday Það ekki nóg að koma bara á sunnudögum and to be fed. og láta fæða sig. A man should not live in another man's revelation alone. Það ekki hægt að lifa á annar manna opinberun alla tíð. God says his people are perishing for lack of understanding. Orð Guð segir að fólk mitt fest vegna vanþekkingar. Lack of understanding of his word. Það hefur ekki skilning á orði hans. When Jesus was being tested in the wilderness, Þegar Jesús var freistað í eyðimörkinni, he answered the questions from the devil by quoting scripture. þá svaraði hann spurningum djöfulsins, freistingum hans, með því að vitna í orðið, því ritað er. And if we understand the word, Og ef við skiljum orðið,
we can see the situations and circumstances we find ourselves in, og þá skiljum við og skynjum kringumstæðurnar sem við erum stödd í and we can identify what is from God and what is not, og við getum aðgreint hvað er frá Guði og hvað er ekki frá honum. and stand firm on the stuff from God, Og við stöndum stöðug á fyrirheitum Guðs and shun and neglect the stuff that's of the world. og við hunsum þetta heimsins drasl. So where is our heart? Og hvað er þá hjarta okkar? Jeremiah 17:9 says, Jeremía 17:9 segir, and it's quite clear, og þetta er mjög skýrt og greinilegt, the heart is deceitful above all things það segja svíkult er hjartað fremur öllu öðru. and desperately sick. Who can understand it? Spillt er það, hver þekkir það? You see, that's why we need to purify. That's why we need to cleanse. That's why we need to have the hope that we find in the Word, where God says, I will replace your heart of stone. Þess vegna þurfum við að hafa þessa von og hafa eignast þessa þekkingu og vita að Guð ætlar að skipta út þessu steinhjarta okkar fyrir sitt hjarta af holdi. And we see in Matthew 12:33 to 35, Í Mattheus 12:35 and Sibba's been teaching and preaching on this for a bit. og Sibba hefur verið að predika þetta aðeins. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Mattheus 12:33 annarkvort er tréð gott og ávöxturinn góður eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því af ávöxtunum þekkist tréð. Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eruð vondir talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. You see, we can see in our own lives the state of our hearts. Við getum séð í okkar eigin lífi ástand hjartans. We can see the fruit we're bearing. Við getum séð ávöxtun sem við erum að bera. We can see the state of our character. Við getum séð ástand karakter okkar. And it's amazing how God allows circumstances and situations to test the character. Og það er alveg undarlegt hvernig Guð lætur kringumstæður opinbera eða færa fram karakter okkar. It's amazing. Þetta er undravert. Every month, every 30 days, 31 days, I have a month in to complete a work. I know the pressure cook is coming. Og á hverju í mánaðarloka þá veit ég alltaf á hverju mánuði að þá þarf ég að vera með uppgjör og pressan hún er aðviðandi. But my team needs someone who's steady, who's trustworthy, who's reliable, who won't quiver under pressure. En hópurum minn, samstarfsmenn mínir, þeir þurfi eitthvað sem er stöðugur. Hann er ekki að fríka út undir álagi, heldur stendur stöðugur í storminum. You see, and that's where the character comes when you stand firm in Christ. Og þannig er karakterinn þegar þú stendur stöðugur eða stöðug í Kristi. When you're being changed from one degree of glory to the next. Þegar þú umbreytist frá dýr til dýrðar. That's what God does. Það er þetta sem Guð gerir. So, we have solutions if our heart is not where it should be. Þannig að við höfum lausnir, aðferðir, ef að hjarta okkur er ekki á þeim stað sem það á að vera. Psalm 51:7 Sálmur 51:7 says, Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Yeah. It's not the same in... Psalm It's 51. number 9 in Icelandic. Hreinsa mig með ísop svo að ég veri hreinn, þvo mig svo að ég veri hvítar en mjöll. See, God does this. Við sjáum til, það er Guð sem er að verki hér. He cleanses us. Hann hreinsar okkur. But you need to ask him En þú þarft að spurja to come and do it. að hann komi og þú leifir honum að framkvæma. He's putting his finger on things. Hann er að setja puttan He's fingurinn á hluti. revealing what needs to be fixed and dealt with. Hann er að opinbera hvað þarf að eiga við. But he's also a gentleman. Hann er líka herramaður. He's showing you what you need to work on. Hann er að sýna þér hvað þú þarft að vinna að. And this is not a performance-based relationship. Þetta er ekki eitthvað framistöðu samband.
This is out of love. Þetta kærleikssamband. He wants us to be the best version of us. Hann vill að við verðum okkar bestu við. And he's saying, will you invite me to come and change you? Viltu bara bjóða mig velkomin að umbreyta þér? We ask him, come and purge me. Við byggjum hann, komdu og hreinsaðu mig. Come and clean me. Gerðu mig hreina. You see, and we with unveiled face, beholding the glory of the Lord and being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. En allir við sem óhjúpuð andliti endurspeglun dýr drottins ummyndust til hennar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. God will change us. Guð mun hreinsa okkur, breyta okkur. But he gives us free will. En hann gefur okkur frjálsan vilja. And the choice is ours. Og valið alltaf okkar. Do you want to fully be separated and set apart for him? Viltu vera algjörlega aðskilin til handa honum? Or you're happy with one foot in the world and one foot in the kingdom? Eða ertu bara sáttur við að með einn fót í heiminum og einn í Guðsríkinu? The choice is ours. Valið okkar. He will empower us to live a holy and set apart life if that is the full desire of our heart. Hann gefur okkur kraftin og valdeflir okkur til þess að gera allt af heilu hjarta. We have grace, we have the Holy Spirit. Við höfum náð og við höfum heilagan anda. We have Christ living in us. Við höfum Krist sem að býr innra með okkur. This is not a pipe dream. Þetta ekki einhver hluta draumur. Pie in the sky. Einhver svona kaka hann upp í himingeimnum. I can't live this life, Callum. Ég get ekki lifað þessu lífi, Callum. But we can in Christ. En við getum það í Kristi. Not in our own strength. Ekki okkar eigin styrkleika. Not by strength nor by might, but by the Holy Spirit, says the Lord. Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottin. He will come. Hann mun koma. He will come, says the Lord. Hann mun koma, segir drottin. Though your sins are like scarlet, Þó að syndirina séu rauðar sem skarlat. they will be as white as snow. Þær munu vera hvítar sem mjöll. Though they are red like crimson, Þær eru rauðar sem skarlat. they shall become like wool. Þá munu verða eins og ull. He will come and purify us. Hann mun koma og hreins okkur. Is it our desire? Þetta þrá okkar? Is it our desire? Þetta okkar þrá? Secondly, Í öðru lagi, we're in the world but not of the world. við erum í heiminum en ekki af heiminum. Let's look at John 17, 15 to 19. Við skulum líta á Jóhannesar Guðspjall 17. kapli 15 til 19. I do not ask that you take them out of this world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Ég býð ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. You see, being holy is not about avoiding the contamination of the world. Að vera heilagur fjallar ekki að verða eitthvað ósnertur af heiminum. It's about understanding that we are in the world but not of the world. Þetta fjallar að skilja við erum í heiminum en við erum ekki af heiminum. It's about understanding that we are a new creation. Að við skiljum að við erum ný sköpun. That we are passing through. Að við erum bara á ferðalagi í gegnum heiminn. We have a new home in heaven. Heimaland okkar á himni, segir A new ritningin. destination. Það nýr áfangastaður. We're no longer just physical beings. Við erum ekki bara jarðneska verur, We're also spiritual. við erum andleg. You see, I'm in the world but I'm not of the world. Ég í heiminum en ekki af heiminum. I'm purchased.
Ég dýru verði keyptur. ransomed and redeemed, Ég endurleystur. sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. Innsiglaður heilugum anda til So endurlausna yes, I'm dagsins. in the world, En ég í heiminum. but I don't have to conform to it. En ég þarf ekki að mótast af I heiminum. can choose. Ég get valið. Am I going to just slip into the slipstream of everything that the world has to offer? Ætla ég bara að fara bara í inniskóna og labba bara út í allt það sem heiminn hefur að bjóða? Or am I going to be that one fish that swims upstream? Eða ætla ég að vera þessi eini lag sem að syndir á móti straumnum? In the world, but not of the world. Í heiminum en ekki af heiminum. Set apart. Aðskilin. We are no longer common. Við erum ekki, We are precious. við erum ekki almenn. Við erum dýru verði keypt. Purchased with a very, very great price. Mjög dýru verði keypt. Jesus Christ paid that price with his blood, Jesús Kristur greiddi þetta gjald með blóði sínu, with his life. með lífi sínu. You see, this is not talking about having a strict summonness, a calling to a life of discipline and rules. And Það ekki verið að kalla okkur til að fylgja einhverjum ströngum reglum og siðum in an effort to steer clear of sin. til þess að við erum að reyna að höndla að stjórna syndinni. That's law. Það lögmálið. That's works. Það eru verk. No. It's grace, it's I- love, it's mercy. It's led by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit to live this life of holiness. Nei, það fjallar náð og miskun að við getum lifað þessu lífi helgunar. We cannot have a to-do list where we just tick, I mustn't sin today, I mustn't do this, I mustn't do that, I mustn't do this. That list is going to be very long. Og ef þú ætlar að búa til einhvern lista yfir daginn, þannig ég ætla ekki að synga hérna og má ekki gera þetta, má ekki gera þetta, þá er þetta mjög langur listi. But as we spend time in His Word, En þegar við eyðum tíma í orðinu, as we spend time with Him in prayer, þegar við eyðum tíma með honum í bæn, as we spend time in worshiping God, þegar við eyðum tíma í lofgjör til hans, we are being changed. þá erum við að ummyndast. And the desire of the heart is also changing. Og girnd hjartans, hún umbreytist líka. And what we consider as joy and pleasure changes. Og það sem okkur finnst gaman og skemmtilegt, það breytist líka. You know, the devil's got the easiest job. Djöfullinn, hann með auðvelt starf. He just appeals to men's senses, Hann emotions. þarf bara að ná til skynfæra mannana. He's got the whole world as his advertising campaign. Hann með allan heiminn sem auglýsingaherferð. And we get caught hook, line and sinker. Og það alltaf verið að húka í okkur bara með beit og krók og öllu saman og við gleipum þetta. And we think what the world is offering us Og við höldum að það sem heiminn er að bjóða okkur is the best we can have. það besta sem við getum fengið. But those things are temporal. En þetta eru bara stundlegir hluti. They will perish. Þeir munu líðundu lok. You can't take them with you. Þú getur ekki tekið drasli með þér. But the good works, the joy, the love, the grace, the treasure that you're building up for eternity And goes go- with you. En góðu verkin sem eru gerða kærleika og náð og miskun, það fylgir þér. God is not interested in a fear-based performance relationship with us. Guð hefur engan áhuga á einhverju ótta stjórnuðu ofbeldi sambandi eða bara sambandi við okkur sem að stjórnaði einhverju framistöðu okkar. He loves us. Hann elskar okkur. He sent his son to die for us. Hann sendi son sinn til þess að deyja fyrir okkur. He first loved us. Hann elskaði okkur fyrst. And if it was only me or only you Ef það var on aðeins this earth, þú og ég, Jesus would still have come on the cross for us. þá hefði Jesús samt sem áður dáið fyrir okkur. He wanted to restore that relationship he had right in the beginning. Hann vildi endurreisa þetta samfélag sem að Guð átti við mannin frá upphafi. We were separated. We were far apart. Við vorum aðskilin, við vorum konin langt í burtu. There was no way to come back to him. Það var engin leið tilbaka. We could not fulfill the law. Við gátum ekki uppfyllt lögmálið. It's impossible. Það er ómögulegt. And if you hold on to one element of the law, Ef þú brýtur eitt lögmál, guess what? You need to hold on to all the law. ef þú heldur ætlar að halda eitt bóður þá þetta The halda full öll, component of it. allan pakka. Because if you become guilty of one component, Þegar þú brýtur eitt, you're guilty of all the law. þá ertu sekur eða sek að brjóta þau öll. And if you hold on to the law, Ef þú reynir að halda í lögmálið, you're separating yourself from Christ. þá ertu að aðskilja þig frá Kristi.
And if your heart has anything law-related in it, Og ef að hjartaðið ber ykkur að svona lögmálsrætur, works or performance-based understanding, verk eða svona frammistöðu hugsunarhátt, if you're sitting there saying, well, I'm not worthy, Callum, ef þú segir ég er ekki verður, Callum, I can tell you, you're far from truth. ég get sagt þér, þú er svo langt frá sannleikanum. You're so worthy. That's why he died on the cross. Þú ert svo verðugur eða verðug að þess vegna dó hann á krossinum. And he who did not withhold his very son from you, Og sá sem að hélt ekki sínum eigin syni frá þér, he will not hold from you what you need for life and hann godliness. heldur ekki aftur heldur það sem þú þarft til lífs og guðrækni. He will give you everything you need for life and Hann hefur gefið þér allt til að everything, lifa guðrækilegu lífi. not just some things, Ekki bara suma hluti, everything we need. hann hefur gefið okkur allt sem til þarf. So we need to ensure we avoid this counterfeit faith, Þannig að við þurfum að vera vissum að við getum sneiðið hjá svona gervitrú, which is just law or works-based. sem er bara lögmál og verkamiðuð. This just robs our joy. Það rænir alla gleði. It breeds comparison. Og það er engin, já, býr alltaf til samanburð. Oh, I don't have his gifting. Og ég er ekki með þessa gjöf. Yeah, but we are one body Já, en við erum eitt líkami, with different parts. með ólíka limi. And the most insignificant part Og sá lítilmótilegasti hluti líkamans is given the greater significance. fær mestu hillina. The body is many parts. Líkaminn eru margir limir. And it's vital for the success of that body Og það er mikilvægt til þess að líkaminn nái árangri, that every person fulfills their part in the body. að sérhver manneskja uppfylli sinn þátt í líkamannum. Don't allow works to steal your to rob your joy. Ekki leyfa verka hugafari að stela gleðiðinni. This counterfeit faith brings a hierarchical thinking into the church. Þessi gerfi trú, hún segir ekki enn? A hierarchical thinking, a Já, hierarchy. hún setur þið inn í þetta að það verður svona valdastig, stjættaskipting í ríki Guðs. But there's nobody better than anyone else. En það er engin betri en ykkur annar. Christ is the head of the church, Kristur er höfuð kirkjunar and we all have his body. og við öll erum líka með hans. Different parts, but his body. Ólíkir limir en hans líkami. There's no, oh, I'm striving to become this or I'm striving to become that. No, just be what God is calling you to be now. Við erum ekki að streða til að reyna að vera þetta eða hitt. Vertu bara trúr því sem Guð kallaði til að vera núna. Don't put that cross on your back, Ekki vera að setja þennan kross á bakið. that yoke of trying to perform. Þetta oka að vera alltaf með einhverja sýndarmennsku. Just be as Christ leads you to be. Vertu bara sá eða sú sem Kristur leiði til að vera. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Af náð ertu hólpin fyrir trú, og þetta er ekki þér að þakka, þetta er Guðsgjöf til þess að enginn geti miklast af því. Amen. 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 Grace. Náð. There's nothing we did for our salvation. Það er ekkert sem við gerðum til þess að eiga þátt í hjálpræði okkar. We have nothing to prove. Við höfum ekki til þess að sanna. God knows every thought we have. Guð þekkir sérhverja hugsun okkar. He knows our history, Hann þekkir forsögu okkar and he knows our future. og hann þekkir framtíð okkar. He knows everything about us. Hann veit allt okkur. Even how many hairs I have on my head. Og jafnvel hversu mörg hár ég ber á höfði mér. He knows it all. Hann veit þetta allt saman. The only person you're fooling is yourself. Þú ert bara að blekkja sjálfa þig. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Psalm 19:9. Ótti drottins er hreinn, segir í Sálmi 19:9. Fyrirmæli drottins eru rétt og gleðja hjartað. Borð drottins eru skýr og hýrga augun. Nei, þetta er 10. versi. Sorry, it's number 10 in Iceland. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu, ákvæði drottins eru sannleikur,
eru öll réttlát. The fear of the Lord is pure. It's a Ótti, holy and righteous, reverential fear. ótti drottins hreinn. Þetta heilagur, svona tignalegur ótti. He's not standing there with a big stick every time we do wrong, beating us into line. Hann ekki stendur ekki með stóran staf og að reyna að berja okkur til hlýðni. He's righteous. Hann réttlátur. And in him we are righteous. Og í honum þá erum við réttlætt. And the third thing, as I sum up, Og í þriðja lagi, þegar ég kem að lokum, is freedom. það frelsi. Galatians 5:13. Galatabrið 5:13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. You see, we are free. Þið sjá, við erum frjáls. We've been set free. Það búið að setja okkur frjáls. The debt of our sin was paid. Það búið að borga gjald syndarinnar. Otherwise, the wages of that sin is death. Þegar laun syndarinnar dauði. But we don't get death En við fáum ekki dauða because Jesus paid that price for our sin. þegar Jesús greiddi það gjald fyrir syndir okkar. His blood paid the price. Blóð hans greiddi gjaldið. He died on the cross for us. He was our living sacrifice. Hann dó á krossinum, hann var þessi lifandi fórn. That the wages of our sin is paid for. Að laun syndarinn eru greidd í okkar stað. So the question is, are we going to use this newfound freedom Þannig að spurningin ætlum við að nota þetta nýfundna frelsi to run around fulfilling the desires and passions of our flesh and the old man, til þess að hlaupa og uppfylla girndir gamla mannsins? or are we going to use this freedom to serve and advance the kingdom of God? Eða ætlum við að nota þetta nýfundna frelsi til þess að þjóna og starfa í Guðsríkinu? We should be pursuing encounters with Jesus, which will cause our love to grow, a deeper desire for more of him. Við ættum að leita samfunda við drottin til þess að eignast meira og dýpri þrá fyrir honum. We should be desiring him, Við ættum að þrá hann, using our time wisely, nota tíma okkar skynsamlega. because we don't know how much time we have left. Þegar við höfum ekki hugmynd hversu mikinn tíma við höfum aflögu. And like you, I want to stand there one day and say, yeah, well done, good and faithful servant. Og ég veit það bara með mig, ég vil fá standa og heyra þessi orð. Vel gert, þú trú og dyggi þjónn. So don't fulfill the desires of the flesh. Þannig að ekki fylgja girndum holdsins. It's so easy to slip into the rut. Það svo auðvelt að skriðna fótur og renna ofan í drullupollin. Come home tired, had a rough day in the office. Og kemur heim þreyttur og erfitt á skrifstofunu. Sit in front of a square box and vegetate for a few hours. Og þú situr fyrir framan hennar ferkanta að kasta og gerur heilaðina að einhverju stöppu í nokkra klukkutíma. Channel surfing. Og þú ert bara svona að tjekka á stöðunum. This freedom, if we harvest it correctly, creates in us a heart that knows and loves our King Jesus Christ. En við höfum að vera góðir ráðsmenn hvernig við umberum konung okkar Jesú Krist. It takes us into a deeper intimacy with Jesus. Sem færir okkur inn í dýpri nánd við It creates in us Jesú. a burning desire for more of him. Það sem okkur brennir eftir meira af honum. A longing, Það þessi löngun, a desire, þessi þrá, a passion for him, þessi ástríða fyrir honum. a zeal for his Father's house. Að hafa þessa væntingu fyrir húsi drottins. So as we look at these points, Þegar við lítum á þessi atriði. if God's been putting his finger on your heart, Ef að Guð hefur verið að setja puttan á hjartað þitt, then let's pray. þá skulum við biðja. How are we setting aside our time? Is it for him or for the things of our flesh and its desire? Hvernig förum við með tím okkar? Það til þess að þjóna honum eða okkar eigin gindum? Are we living in those set apart? Erum við að lifa eins og þau sem eru aðskilin, frátekin? When the world looks at us, do they see Christ in me?
Þegar heimurinn horfir á mig, sjáðu Kristi í mér. Or are they still seeing the old man? Eða sjáðu ennþá gamla mannin. Let's pray. Þá skulum við biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, thank you that you know each one of us here today. þakka þér fyrir að þú þekkir eitt og sérkvært okkar hér í dag. You know the state of our lives. Þú þekkir ástand lífs okkar. You know the position we are in. Þú þekkir stöðuna sem við erum stödd í. You know the struggles we might be facing. Þú þekkir streðið sem við horfumst í augu við. You might know some health issues that we're trying to overcome. Jafnvel eitthvað heilsutengt sem við erum að reyna að yfirstíga. You know exactly how we're spending our time. Þú veist nákvæmlega hvernig við eyðum tíma okkar. You know exactly what elements of our character need to be reshaped and fashioned. Og þú veist nákvæmlega hvar þarf að skerpa karakter okkar. So Father, as I sit here now, Og Faðir, þar sem við stöndum eða situm frammi fyrir þér núna, I invite you to come. þá bjóðum við þig að koma. Fill me afresh Fylltu mig ferskana nýju and come with your refiner's fire. og komdu með eld þinn, Consume the chaff now in my life. hreinsunar eld þinn og brendu upp hiskið. Put your finger on the things that need to be dealt with, Almighty God. Bentu á þá hluti sem við þurfum að eiga við. And give me the boldness to put up my hand and say, I need to change in this area, Father. Gefðu mér hugrekki að ég geti rétt upp hönd og segja ég þarf að breytast á þessu sviði. And give us the boldness and the perseverance to be changed. Gefðu okkur hugrekki og djörfung að vilja breytast. Help us to live for your glory, Father. Hjálpa okkur að lifa eftir þinni dýrdrótt. In word or deed, whatever we do, let it bring glory to your name. Í orði og verki það veri nafni þínu. That the world would see that we are set apart for Christ. Að heimurinn sjái að við séum aðskilin fyrir Krist. Let us make this choice today. Og við gerum þessa ákvörðun í dag. We are all in for you, Jesus. Við erum alla leið með þér, Jesús. You're all we want. Þú ert það eina sem við viljum. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Powerful word. I just want to say just a few things. Ég vil bara segja nokkur orð. While we were listening to the Word of God, Þegar vorum að hlusta á orð Drottins, I was reminded like 22 years ago, þá minniði mig á að fyrir cirka 22 árum, me and Ali went to Bible, we went with the youth to America. við fórum með unglingahópin til Bandaríkjanna. I'm raised in a Christian household, Ég alin upp á kristnu heimili raised in Christianity, og alin upp í kristni, but it was a legalistic. en þetta var mjög svo lögmálsbundin kristni. I don't regret anything. Það er engin eftirsjá í neinu. I learned a whole lot. Ég lærði heilmikið. But in America, 22 years ago, something happened. En í Bandaríkjunum fyrir 22 árum síðan þá gerðist eitthvað. My eyes were completely, I think, just opened. Og þá opnuðust augu mín. And I just felt the love of God like I'd never felt before. Og ég upplifði bara kærleika Guðs eins og ég hef aldrei upplifað fyrr. And I just want to say, because I was the one checking all the boxes, Ég vildi bara segja því ég var þessi manneskja sem var alltaf að tikka í öll bóksin. I was a little bit afraid of God. Ég var svolítið óttaslegin við Guð. Not just a little bit, I was very much afraid of God. Ekki bara lítið, ég var eiginlega bara skítrætt við Guð. I thought he would just kill me if I did something wrong, and I was always trying to check in the boxes. Og ég hélt hann myndi bara að drepa mig ef ég gerði eitthvað rátt. And I'm not talking because I knew he was a good God, but I felt he was like a very strict God. En ég vissi einhvern veginn að hann var í góður Guð en hann var mjög strangur Guð. But what happened in America, because I never got this, when somebody was talking about grace, I just didn't get it. Og ég skildi þetta ekki alveg þegar fólk var að tala náð. But I got it there. En ég greip þetta þar. And I just felt immense love that God has for me. Og ég upplifði svo mikið kærleika sem Guð hafði fyrir mig. And you can just imagine your children. Og þú getur bara ímyndaði börnin þín. You want everything the best for them. Þú vilt alltaf besta You fyrir don't þau. want to hurt them, but you want them to be the best version of themselves. En þú vilt að þau verði besta útgáfan af sjálfum sér. And what happened is, I started understanding it was the love. Og ég fór að átta mig á því að það var kærleikurinn. It was the relationship part.
Það var samfélagið. And what I understood in just a few months Og það sem ég náði að höndla og skilja bara á nokkrum mánuðum, was immense growth because there was no hindrance. og það var svo mikill vöxtur einhvern veginn, því að það var engin hindrun. Because when you're checking the boxes, there's shame. Þegar þú ert alltaf að tekka í boxið, þá er alltaf skömmin. There's always shame that Ahora- separates you from God. Og það er alltaf skömmin sem aðskilur okkur frá Guði. But there is no shame under the blood of Christ. En það er engin skömm undir blóði Jésu Krist. He bought the price for you. Hann greiddi gjaldið He fyrir þig. paved the way for you. Hann greiddi veginn fyrir þig. So when I got that, our relationship, my relationship with Christ, Þegar ég náði þessu, þá var bara samfélag mitt við Jésu Krist. everything turned upside down. Það snéru öll á hvolf. And one word to describe grace Og eitt orð sem að útlistaði, útskýrði náð. is, no, the Icelandic word, it's velvild, It's favor. favor. Það er It's velvild, já. actually favor. Það er velvild He hans. favors you. Hann He wants sýnir to spend velvild. time with you. Hann vil eyða tíma með þér. He is there for you. Hann er til staðar fyrir þig. He is rooting for you. Hann er að hvetja þig áfram. Why would he hate you? Because he gave his only son for you. Af hverju ætti hann að hata þig þegar He hann gaf loves son sinn you. þér? Hann elskar þig. And we need to get that point because we're going to have hindrance in our relationship with God if we don't. Og við þurfum að skilja þetta því að það koma hömlur á lífsleiðinni. So just this, he loves you. Bara þetta, hann elskar þig. He wants the best for you. Hann vil að besta fyrir þig. And the reason why he puts on, things that we should do is for our good. Og hann gerir allt þess að við mættum njóta. Because sin will actually kill you. Því að syndin hún mun drepa þig. It starts nice, but it ends in death. Hún byrjar mjög ljúflega og saklaust en endar í dauða. And from that point, everything was new. I saw things. The grass was greener. Og frá þessum vatnaskilum í lífi mínu þá breytist allt. Þá bara grasið var grænna. I just felt that he was with me and there was nothing that I couldn't go through. Og ég upplifði bara að hann var með mér og það var ekkert sem ég gæti ekki farið í gegnum. And I just hope, because it was such a powerful message, I hope that's what we take out of it. Og ég bara vona að þetta var svo kröftugur boðskapur að þú grípir þetta. He loves you. Hann elskar þig. He's there for you. Hann er til staðar fyrir þig. Let's arise. Við skulum stíga á fætur. Yfir til þín.